það að fólk komi hingað með sín brengluðu viðhorf og ógeðslegu hugmyndir, það þýðir ekki að við eigum einhvern veginn að mæta þeim á miðri leið, sko. Ég veit ekki hvernig þú mætir fólki á miðri leið sem að grýtir konur og kasta samkynhneigðum fram af húsþökum. Ég veit ekki hver var í millivegurinn. Bara fullægt fólk í Gay Pride eða, hver er millivegurinn í huga þessa fólks? Ég er bara algjörlega ósammála þessu, sko. Mér finnst erlend áhrif í matagerð alveg ágætt, sko, en mér finnst þetta óboðlegt og mér finnst bara að við eigum að geta sagt þetta. Akkur skildum við ekki segja þetta? Akkur erum við svona feimin að tala báréttindi samkynhneigðra og kvenna eiginlega víðast hvar í heiminum, sko. Það er ekki svo við séum að targeta bara með Austurlönd, sko. Ef við horfum yfir heiminn þá er þetta bara staðan víðast hvar. En það er allt í lagi að ræða ef við erum að tala Pólland eða Bandaríkin, þá má tala bakslagið. Bakslagið frá einhverju stöðu sem okkur þykir ákjósanleg, sko. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Ljardalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið svo vel. Maður er bara að missa afmælum, sko. Það er ógeðslega skrítið, hvað er málið? Það er nú eitthvað toppur til að taka líka, það er eitthvað sem fólk tengir við, bara hvað kom fyrir Facebook? Með þetta er ekki eins og Spotify, þú getur bara borgað fyrir að fá það sem þú vilt, skilur. Þetta er bara rusl. Já, ert þú ekki mikið inn á Facebook? Við erum byrjuð núna, þetta er það sem við ætlum að byrja á. Já, þetta er enda gott topic. Nei, ég notaði það fyrir svona skipulagningu. Ég notaði það rosa mikið í kringum tónstöðu barnanna manns og viðburði og svona. En það er bara Facebook að fara að klikka. Já. Og núna er maður bara farin að hætta mun eftir ammælum bestu vinna sinna af því að maður vandi svo á það með Facebook. Mér finnst líka allt, sko, eina sem ég vil sjá, eins og, sko, ég hef rætt áður, svona For You page. Hvernig mælir þú það? Hvernig þetta er fyrir mig? Ég er alltaf að sjá eitthvað algjört rusl, eins og Instagram og svona. Já. Ég vil bara sjá það sem aðrir eru að búa til, sem ég er nú þegar að fylgja. Já, ertu að meina það sem algoritminn týnir til og er að reyna að spá fyrir hundleðilegt. Þetta er náttúrulega, Instagram er náttúrulega orðið bara eitthvað samansafna einhver svona meme-kjaftaði, þú veist, bara einhver myndum og einhver djóki, sko. Og ég myndi ekkert frá einhverjum, creator sem maður endilega er að fylgja, eða neitt svoleiðis. Þetta er bara eitthvað rusl. Og Facebook, ég heyri þetta mjög mikið kringum mig frá foreldrum að allt er fara að týnast, viðburðir og ég hitti nú góða vinkonu mig í gær, Hildi Björnsdóttur, og áttaði með á því, hún hafði átt afmæli daginn áður, húðskam hana fyrir að hafa ekki sett mynd á Instagram til að minna mann á. Já, ég Og þó er ég búin að fagna afmælinu hennar frá því að 14 ára, sko. Ég lendi bara í þann daginn að ég mistaði af einhverju sem ég átti að hafa fengið invite í. Kannski fékk ég ekkert invite. Jú, ég reyndi að fekk invite, ég tjekkaði því. Já, sko, svo fletti maður upp, ég fekk svona skilaboð líka daginn, bara allir ekki koma í innflyttspartí. Og ég bara, ég hef ekki fengið neitt boð, sko. Og þá fekk ég bara skjáskot sendaði, jú, þú ert þetta með boð, og ég hef þurft að hafa svo mikið fyrir því að finna boðið, sko, á Facebook. Já. Laga þetta, takk. Já, þið þurfa að laga þetta. Þið þurfa að setja hérna... Ríkið náttúrulega stígur hérna henni og... Ríkið stígur henni. Hérna, heyrðu, við ætlum ekki að fara að ræða samfélagsmiðla mikið. Við ætlum að ræða mikið þjóðþrefaverk sem að var til þess að húfur voru teknar úr umferð. Já, blessunarlega. Já, Björgunarsveitin í rauninni var bara með yfirlýsingum það að þau væri rasistar með því að búa til húfur sem að væri, hvað var að make, Grindavík greita ekki. Já, emitt. Algjör viðurstigð og taktleysi að vera með, sko, já, slíka fasista yfirlýsingu eins og við erum að sjá núna. Hvað finnst þér um þetta? Ég bara verð að segja að ég sá fyrst einhver umræðum að þessi húfa væri bígerð, mér ást þetta bara sniðut svona stönd, sko. Og það leið síðan ekki á löngu þetta áðan að þeir voru búin að dauðskamma sín, harma, hreinlega, það kom yfirlýsing. Þeir gerðu betur. Já, og bara gerðu betur og hörmuðu. Þú veist, orðið harma, sko, hörmuðu að hafa látið búa til einhverju grínderhúfu og bara alla sem þeir höfðu sært í því ferli. Og ég bara, já, ég fauk aðeins í mig yfir þessu. Þetta er náttúrulega orðið alveg ótækt, sko. Fólk verður bara fólki finnist að þurfa ef einhver fúll einstaklingur á internetinu, sko, gera athugasemd við eitthvað að bara Björgunarsveit sendi hún einhverja yfirlýsingu þar sem hún harmar eitthvað. Nei, við bara hörmum dauðsföll, sko. Ef að bara ungt fólk deyr í bílslysi, maður harmar það, sko. Þetta er bara ekki lægi. Voru við ekki komin yfir slaufunarmenningu? Jú, en svo er náttúrulega, sko, það er einhver vængur hérna sem eru auðvitað bestum á hæl og hnakka, sko, fyrir áframhaldandi lífi slaufunarinnar.
Þeir hafa auðvitað glaðst sem fengur góða kosningu náttúrulega síðast. Já, ótrúlega góða kosningu og örugglega aftur í 17. kosningum og það verður örugglega einhver svona endurreisn. Já, það verður enda partí, förum í það eftir smá. En mér langar að halda okkur við þessi slaufun, sko. Ég man að þú sagðir þetta í viðtali hjá mér, sko, ég held 2021 eða eitthvað. Så ég spurði þeim svona hvað þið fyndist slaufunamenningu eða cancelkultúru eða eitthvað þannig. Undan minni samtíð. Já, og þú sagðir bara að þetta hræðilegt. Þetta bara alveg galið. Og ég man sko að þegar þú sagðir þetta, ég meira að setja þetta í intro á þættinum og það var alveg mjög edgy komandi frá konu á þessum tíma. Að slaufunamenning var einhvern veginn hræðileg. Já, þegar kynsystur mínar, og ég vona ég sé ekki að móðga neitt með því að segja kynsystur, en kynsystur mínar, þær voru náttúrulega ótrúlega hrifnar af þessu, væntanlega. Bara, það ætti bara að sleifa öllum fyrir allt, sko. Konur og kvár. Konur og kvár, já. Ég ger það fyrir því. Gott að þú ert með þessi hugtökur hérna. Ég er með þessi, ég er bara... Meðvitaður karlmaður. Já, ég meina við þurfum bara að færa tungumálið utan kynja tvíhaukinar, sem Akkur hlærða því. Hvað meinar þú? Við þurfum náttúrulega að fagna fjölbreytileikanum. Já, mikilvægt. Vera tilbúin til þess að læra, já. Gera betur og árið er 2025. Ætli það komi einhver svona tími á Íslandi? Nú ég er ekki að tala eitthvað svona, ég veit ég langt í landi Íran, sko, en kemur sá tími á Íslandi að bara allt þetta brotna fólk verði bara, jæja, það er búið að ná þessu takmarki. Við erum búin að fagna fjölbreytileikanum nægilega mikið. Nú getum við bara verið sátt í einskinni. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, ég meina, sko, en við þurfum að horfa til þess að, ég meina, þetta er fólk sem er með mikið framlag til samfélagsins. Ég til dæmis, þegar að til dæmis eitthvað gerist eins og núna í nótt, þá var árás á Íran og þegar eitthvað gerist í Miðausturlöndum, að þá fer ég oftast á Instagram, þar sem ég finn reikninga með ungum konum með nefringi, þar sem að það er milli þess að vera að mæma einhverja söngva, eru sem sagt að útskýra það hvað er að gerast í Miðausturlöndum. Já, ég var hans að vera þetta. Já, og þetta er náttúrulega, upplýsingarna frá RÚV eru náttúrulega ekki haldbærar, þannig að ég fer alltaf að finn oftast fólk sem er með einhverja fullt af fánum í bæjó og setja til dæmis fornefni sín. Þetta er fólki sem ég... Sem er ótrúlega mikilvægur stimpill. Já, ég bara... Frá fólki sko sem vill ekki maður stimpli sem er neinu, sem er samt búið að sko sitta fyrsta sem hún sér þegar hún ferði prófílera. Það er einhvern svona stimplar. Já, ég meina, þú veist, þetta eru bara siðgæðisvísar nútímans. Þetta eru svona dreifhúsarnir sem að eru rauninni að beita sér fyrir einhvers konar, réttlátu samfélagi undan sinni samtíð. Svolítið eins og ég 2021. Já, svolítið eins og þú 2021. Og hvers varstu vísar árásuna Íran? Kom eitthvað hot take á það? Já, þetta er náttúrulega bara áróður Vesturlanda sem eru Ródals Íls. Já. Og í rauninni að allt sem að við kemur með Austurlöndum er náttúrulega bara einhvers konar afhroð kapitalismans. Já, einmitt, akkurat. Já, ég er eitthvað, þessar síður fara eitthvað aðeins fram hjá mér, ég þarf að fá þessar upplýsingar hjá þér hvert ég á að leita. Þú ert ekki með réttan algoritma. Nei, ég er ekki réttan algoritma. En ég hef nú aðeins verið að taka þátt í, og við erum enda margir þingmenn sem að höfum verið leggja stjórnarandstöðunni svoköllu Íran lið, sem að starfa nú náttúrulega bara í Evrópu. Að því að kannski ekki allir sem að vita það, en það er ekkert mjög auðvelt að vera með virka stjórnarandstöð innan Íran, sko. Já. Og þó þú kynnar að halda annað mitt af því að fara inn á þessar upplýsingaveitur sem þú varst að nefna. Svo við samt útskýrum það verið hlutstundum. Íran er landið þar sem að réttindi kvenna eru örlítið frábrugðin þeim sem að við venjumst á Íslandi. Já, örlítið sko. Þau eru kannski ekki eins slæm eins og réttindi kvenna núna í Afganistan eftir að Talibanin tóku þar völd. En ég á íranska vinkonu sem að býr hér á Íslandi og er snyrtifræðingur og hún hefur aðeins verið að skóla mig til í þessu sko og að því hún hefur verið að fylgjast með þessari síðu, þessari örugglega sögum hún með sama algoritma þú, hún hefur aðeins verið að fylgjast með þessum innleggjum og henni blöskrar það orðraðin sem hún heyrir stundum frá meðlans íslenskum konum varðandi réttindi kvenna því að hún
hefur reynt á einn skinni að vera sektuð af því að sást í öklanáni á milli sokkana og leggings af siðgeðslögreglunni í Íran og það auðvitað ótækt fyrir konur og hún myndi gjarnan vilja sjá okkur berast meira fyrir réttindum kvenna á þessu svæðum. Já, það þessi stigsmunur en ekki eðlismunur á réttindum kvenna hér á Íslandi. Já, sko, Halla Gunnarsdóttir hefur auðvitað útskýrt það fyrir okkur að í rauninni eru vestrænar konur kúgaðri ef eitthvað sko. Ég meina, þú veist, við erum í gestrengum, támjón skóm, þú veist, það ég meina, það og búrkan, ég meina, þetta bara sami hluturinn, sko, í rauninni. Ég nefndi þetta nú í sensta þætti með Lífi Magnúsdóttur að nú höfum við náttúrulega, sko, verið að beita okkur fyrir því að það sé fjölmenning hér á landi og ég hef verið svona að reyna að taka skref aftur á bak og hugsa með mér, sko, hvað við getum lært af fólki sem að hinga kemur. Og það sérstaklega varðar klæðaburð kvenna og samkynhneigð og ég hef verið að velta því fyrir mér, þú veist, eins og Pride, það sjálfsög erum við ekki að fara að hætta með Pride. Já, það í sumum áslöndum. En þú veist, til þess að við séum kannski komið til móts, þú veist, hugsaðir ef að þú verður að flytja til einhvers lands og að allt sem að þú hefur lært áður væri eitthvað sem verður bara tekið alfarið frá þér og þú þyrftir bara einhvern veginn ekki að vera að lifa þínu lífi eins og þú telur eðlilegast. Kasta samkynhneigðum fram af húsþökum og svona. Já, ok, þú veist, en þetta náttúrulega bara hatursáróður. Sko, það sem ég að reyna að segja að við eigum náttúrulega að vera að koma til móts við fólk sem hingað kemur og vera að læra þeim. Og ég hef alltaf verið að hugsa með mér, sko, þegar núna fórum við rosalega langt í það að vera frjálslynd gagnvart klæðaburði kvenna. Og hef svona verið að hugsa, skilur, ok, það er fullt af fólki í heiminum sem telur að vera óeðlilegt hvernig konur klæða sig hér á Íslandi. Og þá hlýtur maður að spyrja sig, þú veist, erum við að gera hér rétta? Að vera svona rosalega frjálslynd gagnvart þessu? Og vera svona druslulega til fara. Já, og ef að við, skilur, erum að íhuga þessi mála, þá getum við kannski verið að læra af fólki sem býr annars staðar í heiminum og hefur annars konar reynslu, að við nýtum þeirra reynslu til þess kannski að íhuga okkar gildi gagnvart klæðaburði kvenna. Já, einmitt, þú ættir erfitt með að halda handleginu þarna. Já, og kannski skoða betur þessar kenningar sem þeir hafa til dæmis varðandi kynferðisofbeldi í þessum menningarheimum. Hvernig við getum haldið því betur niður einhvern veginn með klæðaburði kvenna. Ég hef heyrti nefnilega bera fram þessa spurningu á viðburði útlendingamál og þú fyrst náttúrulega ekki mjög góða viðtökur og meðlans var þér bent á það að margar af þessum þjóðum sem þú varst að spyrja út í til dæmis varðandi viðhorf til kvenna og samkynhneigðra þær væru mjög gestrisnar og gott að það var ekki nefnt að þeir elduðu góða mat. Jú, það er alltaf maturinn sem og mér finnst svo merkilegt. Geturðu ímyndað það ef að þú veist, ef að vera að tala um bara eitthvað svona bara þjóðareinkenni og menningu og bara svona hvað gerir okkur stolt af okkur sjálfum og að, þú veist, og við erum alltaf að telja til hérna kynjajafnréttið og velsældina og hamingjustuðlinn og hreinalofti okkar en svo alltaf eitthvað fólk sem að telur sig vera að bera í bætiflóka fyrir þessi ómenningarsvæði og það hendur bara í þetta fólk bara ótrúlega óbúslega hlýtt og svo bara hafið smakka matinn. Þú veist, bara eins og þetta sé eitthvað svona einhverju svona aumingans greið sko sem að þurfa alltaf að vera, þú veist, þetta auðvitað bara mannfyrirlitning sko, að tala svona, ekkert annað. Auðvitað gerum við sömu kröfur til allra sem hinga að koma og ég bara samla því að við eigum að fagna fjölbreytileika og fagna fjölmenningu en ekki ómenningu. Og ég nú bara oft skrifað með þetta sko, það er munur þar á sko. Það að fólk komi hingað með sín brengluðu viðhorf og ógeðslegu hugmyndir, það þýðir ekki að við eigum einhvern veginn að mæta þeim á miðri leið sko. Ég veit ekki hvernig þú mætir fólki að miðri leið sem að grýtir konur og kasta samkynhneigðum fram af húsþökum. Ég veit ekki hver var í millivegurinn. Þú veist, var það bara fullklætt fólk í Gay Pride eða, þú veist, ég meina hver er millivegurinn í huga þessa fólks? Ég er bara algjörlega ósamlega þessu sko. Mér finnst bara erlend áhrif í matagerðar lógið sko, en mér finnst þetta óboðlegt og mér finnst bara að við eigum að geta sagt þetta. Akkur skildum við ekki segja þetta? Akkur erum við svona feimin að tala báréttindi samkynhneigðra og kvenna á eiginlega víðast hvar í heiminum sko. Það er ekki svo við séum að targeta bara með Austurlönd sko. En ef við horfum yfir heiminn þá er þetta bara staðan víðast hvar. En það er alltaf lagi ef við erum að tala um Pólland eða Bandaríkin, þá má tala um bakslagið. Bakslagið frá einhverju stöðu sem okkur þykir ákjósanleg sko. En hvert er bakslagið í Íran? Hvenær byrjaði það? Hversu langt aftur nær það sko? 1979. Já, það er svolítið þannig. Já. Bara fyrir þann tíma. Ég hef nú satt nú fundum dagi með Íslendingi sem kom til Teheran fyrir þann tíma. Og kom síðan þangar 92 eitthvað svoleiðis. Og bara, þú veist, samanburðurinn. Hvað þú getur gert á stuttum tíma.
og ætlar einhver að segja það að þetta gæti ekki verið þróunin í Evrópu. Það sem ég veist hefur fundist alltaf besti punkturinn í þessu það sem Maciej Nauas hefur meðal annars rætt það sem hann er að ræða sko, réttindi fólks á þessum löndum og það sem hefur verið einkennilegt við vestræna umræðu í þessum efnum að við teljum alltaf að það að verja sko, ákvarðanir eins og klerkastjórnarnir í Íran eða verja einhvers konar sko, ákvarðanir stjórnvalda þá erum við einhvern veginn að koma til móts við fólkið sem býr í þessum löndum. Og er að flýja það. Og ég var að ferðast með stelpum frá Íran í Halong Bay í Vietnam og þar sem þær voru meðal annars ekki að vinna þar en þær voru að vinna í Vietnam voru í einhvers konar túlkaþjónustu held ég allavega. Það sem sagt voru miklu frjálslyndari heldur en sko margir sem eru hérna á Íslandi og voru í raun svona öfga frjálslyndari með til þess að vera að færa sig alfarið frá þeim gildum sem þeim hefur verið viðhaft í mjög langa tíma. Svo sá ég, þegar pabbi þeirra hringdi að þá þurfti að vera henda yfir sig einhverju og vera að tala við á þannig sko. Þannig að þetta er fólk sem kann raunverulega meta frelsið sko. Af því að það hefur verið tekið af þeim. Já, og líka út af því að við tölum alltaf þetta sem greiða við sko eins og konurnar að vera einhvern veginn að tala búrkuna sem einhvern veginn frelsandi afl. Sko ég væri alveg líka hvað að segja tilkippilegur í það að vera að klæða með ákveðin máta ef það byggir til þessi lífláttshótun á bakvið það ég myndi ekki gera. Alveg bara mjög líklega. En svo tölum við bara hérna, já nei þær vilja þetta sko. Þetta er þeirra ákvörðun. Já, sko. já. Bara ha? Og engir eru sympatískari í þessu málflutningi en bara vinstri konur á Íslandi sko. Þær eru bara, ef þær eru til að standa upp fyrir einhverjum málstað, þá er það bara að konur hylja sig. Og þetta er slík þversögn. Ég hef aldrei getað skilja þetta sko. Ég man eftir mér svo ungri. Ég á minningar frá því ég er svo ung í að ferðast með Evrópu með foreldrum mínum í einhverjum hitabylgjum, bæði í Frakklandi og Danmörku, að fylgjast með jafnöldrum mínum sem voru huldar frá toppi til táar. Til dæmis á ströndum, það sem að karlmennir í fjölskyldunni voru að hlaupa út í sjóinn á nærbuxunum sko, en þær voru einhvern veginn í þessum alklæðnaði, þessum þunga svarta alklæðnaði. Og þetta hefur bara alltaf vakið upp með mér svo rosalega mikla réttlætistilfinningu. Mér finnst þetta svo óréttlátt. Hvernig geturðu fylgst með þessu og verið að taka upp hanska fyrir þessu? Það er bara óboðlegt finnst mér sko. Þetta er bara fólk sem að teka þessu fullkomlega sem sjálfsögðan hlut að staðan okkar sé eins og hún er. Ástæðan fyrir því að við höfum svona mikið frelsi og við höfum jafna stöðu á flestum sviðum á við karlmenn. Það er út af því einhver barðist fyrir því sko. Og svo erum við ekki til að leggja þessum konum lið í þeirra baráttu. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Nei, já, ég hef alltaf einhvern veginn átt rosalega erfitt með að skilja þetta sko. En svo en í flestu tilfellum alltaf bara kemur þetta oftast frá sko fólki sem þetta kjósendur sáu núna síðast og ég veit alveg að sumir segja, þetta var ekki fólki frambæði bla bla. En ok, öll þessi sjónarmið samt voru kosin út og svo mjög fyndið að fylgjast með Pírötum núna þegar allt í henni þau voru kosin út og allir vildi ekki sjá þetta vók, þá kannast þau ekkert við vókið. Það var allir bara hvað er þetta vók? Já, bara ég veit ekki alveg hvað þetta orð þýðir. Og heila herferð það að þetta væri eitthvað svo. En Alexandra Brím var nefnitt núna á samstöðinni í gær þar sem þau voru einhvern veginn að tala um fjölmenningarhátíðina í Húsdýragarðinum sem fór þannig að kom einhverja fréttir það að það hefur verið mikið af svona, hvað við segja, menningar árekstrar á þar, ég veit ekki hvort þú varst búin að sjá þetta. Nei, ég var ekki búin að sjá þetta. Það var eitthvað húlumhæ þar en það voru ungi krakkar sem voru svo sett frá öðrum löndum sem voru að virtu ekki raðir og eitthvað fleira þannig. Ég las þetta nú ekki frá Það er nú þekkt vandamál sko. Við þurfum þjóða til þess hvernig raðir eiga að vera sko, maður sér það nú bara, nú mann ég ekki alveg hvernig þessi skipting er, maður kemur til sumra landa sem maður fattar að það er ekkert rosa mikið raðsystem, það er bara svona, fyrstu kemur fyrstu fær sko. Á Indlandi er þetta hannig sko. Já, ok, ég hef ekki komið þangað, já. Ég man að ég fór einhvern tímann, var búin að vera, ég man ekki hvar, ég held ég að verið, byrjaði í einhvers staðar í Evrópu og fórst til Vietnam og þá, þú veist, þegar þú fer í lest til dæmis, þá standa allir svona sikkur megin við hurðina og
þeir fara út og svo hérna fer fólkin í röð. Já, já. Það er ekki þannig á Indlandi, sko. Það er ótrúlega Það er merkilegt. En sko, þú sér að hvergi skýrar en á Bretlandi, sko. Það sem að fólk bara veit alls þar, það sem þú kemur, sko, að þú getur labbaður einn og staðið hins einn og þá getur einhvern veginn hreyfst, þú getur valið að standa kjör, í rúllustum og svona, það er bara rosalega gengur smúð. Og ef einhver fer gegn því, þá er bara einhver sem að leipa neð, sko, bara heyrðu, þetta er svona, sko, það er allir að passa upp á þetta kerfi, sko. Einhverjum þykir það kannski að við ættum að sína umburundi og leyfa bara einhverjum sem hinga að koma, ferðamönnum eða hvernig sem það eru, sittist inn að ryðjast framfyrir. Það er nú annað baráttumál sem ég hef verið mjög tæk í frá unga aldri því að ég er svo lágvaxin að ég lenti mjög, að það var mikið hlegja að segja með mér. Berðast fyrir rétti innum í rúllustíðum? Nei, rétti mínum í bakaríum og svona, að því ég var svo lítil, það var alltaf verið að ryðjast framfyrir mig og þetta var mikið hlegja að segja heima og ég var svo upptekin af því, ég kom inn, ég vissi alltaf hverjir komu undan mér og svo var ég bara alveg tilbúin að, sko, þú veist, ég var svo reiðbúin að einhver myndi reyna að ryðjast framfyrir mig. Þannig ég vissi aldrei, það var enginn sem ryðjast framfyrir mig, sko. Ég er næst. Ég er þannig líka, sko. Ég meira þess að, sko, ef það er búið að afgreiða mig og ég sá einhver kom inn og það hefur verið að afgreiða einhver sem að koma eftir honum, þá skipti ég mér að. Ég var ræðið í morgun. Ég er þannig, sko. Þetta er samfélagsmál. Svona höldum við bara samfélaginu eins og við viljum hafa það, sko. Það er bara þetta eða kaos. Nema, ég ætla að nýta aftur um þetta, nema nammibarnum eins og nammilandi í Hagkaup. Fyrstu kemur, fyrstu fær. Já, sko, þar hef ég verið að skipta mér af og ég hef meira að segja óskapti, ég hef sko átt samtölu við verslunarstjóra í Hagkaupum það að koma upp svona ákveðnum miðum af því að þar myndast stundum raðir og það er ekki pælingi með nammilandi. Þú ert með hann rosalega stóra vegg í mörgum hæðum nammi, pælingin er ekki og sett með langa röða fólki að fara einn og velja sér nammi í einu. Pælingin svo að allir getur komið að mismöndu stöðum og ná sér nammi, sko. Vá, rosalega glöð að hafa komið þess að vonandi skilir þetta. Ég skil þetta er bara stórumáli. Ég var svona oft í spöngin eitthvað svona, fólk, þið þurfið ekki að standa í röð. Þið veit, þetta er ekki nammibúð. Vá, hvað finnst krakkaninn um það? Ég man þegar mamma mín eða eitthvað kallaði eitthvað inn í einhverju búð, þá var ég alltaf bara, Jesús maður. Já, þau hafa kannski ekki upplifað þetta mjög sterkt af því að ég dró úr svona hlutum eftir ég var kjörin fulltrúi svolítið. Ég var alltaf að skipta mér af öllu allstaðar, sko. Maður myndi meina það að við getum hvergi farið án þess að við lendum einhvers þar í átökum, sko. En hérna, ég hef aðeins dreigð úr því, sko. En leið og ég hætti þessu starfi, þá kem ég alveg bara fíl tilbaka, sko. Bara stýra röðin í nammilandi. Já, það er svona með þetta uppeldi, sko. Ég hérna... Já, þú kustu börn landsins, sko, það er alveg frábært að ég skulle verið hérna að tala. Já, ég meina, það er einhver millivegur, sko, og ég talandi milliveg, og hérna þá er núna mikið á RÚV verið að fjalla það að það megi alls ekki leyfa börnum að sofa út í vagni. Ok, ég er náttúrulega kannski ekki diggasti áhorfandi RÚV, en ég er bara að kemur fjöllum. Í alvörunni, þetta er búið að vera á RÚV, þetta er búið að vera á Bylgjunni, þetta er búið að vera í þetta helst. Ég er svo sem búin að vera þetta helst, já, einmitt. Ég er búin að vera svo sem svolítið mikið ferðalagi í vinnunni, en þetta er svona okkar þengið á Íslandi, sko. Að sofa út, börn sofa úti. Já, þetta er á Norðurlöndunum, sko, og ég er búin að vera að færa rauk fyrir því, sko, að til dæmis eins og þegar það skrifar óskrifaðar reglur, að þú getir skilið barnið þitt eftir úti án þess að það sé verið að horfa á það. Það er ekki bara af heilsufarslegs ástæðum að það sé bara hægt hér. Það er líka bara út af því að við erum ákveðin samfélagssáttmála sem er brothættur og að börn er ekki allstaðar örugg í heiminum. Er þetta varðar, sko? Nei, eins og í Mexíkó og annar staðar, sko? Ég hef verið eða Stokkólmi. Við höfum verið í, ég hef verið á kaffhúsi í miðbænum, þar sem var komin túristi, gjörsamlega í áfalli. Hver átt að bad hafa barn úti, þú veist, það er barn hérna bara eftirlitslaust hérna, það er einhver skili eftir barn og bara mamma bara að drekka kaffi, bara, þetta er dóttir mín, hún er bara sofa, sko. Þú veist, þetta er bara fólk bara náttúrulega þekkir þetta ekki, sko. En byrju, hver er þetta umræðum loftgæði eða hver er umræðan? Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur og þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Nei, þetta er það að maður sjá, ég ætla að finna þetta.
Ég sko börnum mín sváfu svo alltaf svo rosalega. Herdís Storgard held ég. Já, hérna slysavarna Herdís. Já, ok, hvað? Ég reyndi að tala við uppeldis- og menntunar fræðing og sagði að þetta væri bara manneskja sem að væri mesta helikopter parenting manneskja sem að til Ok, og það er bara alltaf að fara á límingunum og... Ég er enda þakklátt fyrir mannsku svo Herdísi, hún hefur oft vakið athygli á, ég man bara til þess hún var með vakti upp mikla umræðum börn sem að í maturverslunum sem að þurfa ekki láta hann sitja í sætinu heldur með að sitja hann í hérna stóra rýminu og það hafa bara sannarlega, ég hef spurst fyrir sko, það hafa mörg slys orðið þannig, þetta er svona eitthvað sem að maður hugsar ekkert út í sko. Það er að tala í kerrinu sjálfur? Já. Þess að það eiga til að standa á fætur sko og þú veist það verður svona þú veist, eitthvað svona jafnvægis vesen og þau eru að detta niður og hátt fall og alls konar sko. Hefur þessi myndina Bubble Boy? Já. Þetta er svolítið þannig sem að við erum í rauninni að fara hratt að þeim veruleika að við erum einhvern veginn að passa það mikið upp á börnin að þau munu bara ekki takast á með einn veruleika og verða öll aumingjar. Nei, sko, ég er ósamlega þessu. Ég get alveg tekið undir það að við megum ekki ofendi börnin okkar. En mér er bara flott að þessi fólki í þessu samfélagi sem bendir mann á það að maður eigi að snúa hnífapörum í uppþvottavélum niður en ekki upp. Þú veist, að hnífarnir snúa ekki upp. Af því að raunverulega hefur fólki á Íslandi, það hafa bara orðið alveg slysað sem fólki hefur næstu blett út við að detta og svona hnífa upp og skilur. Þetta er eitthvað sem maður myndi aldrei annars hugsa sko. Þannig ég er þakklátt fyrir slysavarnir. Ég er alveg þakkláttur fyrir slysavarnir. Já. En ég er að reyna að færa rök fyrir því að ef við erum að tala einhverja svona hefð sem hefur verið á Íslandi alveg mjög lengi, hún segir hérna, já nei, það hefur nú eiginlega ekkert komið hérna fyrir samt í þessu, þetta er bara, ég hef ekki athygli á þessu út af því að ég þarf að fá greitt frá ríkinu. Er hún að fá það? Ég held hún sé bara með einhver prívat námskeið. Mér finnst þetta bara vera svo galin veruleiki. En hver er rökin hennar? Ég fætti að fór fram með mér. Hún vill færa rök fyrir því að þessir vagnar séu ekki útbúnir til þess að sofa í og að börn megi bara sofa í ákveðnum kringumstæðum og að það að barnið væri eftirlitslaust með eitthvað svona, þú veist, barnapíutæki. Það er að stúta í því heilanum sko, út af því að það er svo mikið að rafbylgjum. Já, Þessan eru vel svona skrítin. Sko. Já, ok, ég er algjör ósamlega þessu og enda, sko, þessi vagnar eru náttúrulega búnir til þess að þú getur verið, sko, á Tenni eða á Íslandi eða, þú veist, bara, norður Noregi, sko. Þannig að það er auðvitað, munur liggur auðvitað í hvernig þú býr barnið þitt, sko. Og börnin mín sváfu aldrei betur heldur en úti og ég man eftir einu svona, ég var fæðingarorlofi með fyrsta barnið mitt að vinkomin kom í heimsókn sem að gerðin í fæðingarorlofi, við ætluðum að fara að gera eitthvað saman og við settum á saman út, og það var rosalega kalt, við settum á saman dúðum og þvílit og settum út í vagn og þeir sváfu í einhverja 3-4 tíma, þetta var svona geggja og svo kom í ljós eftir á að það hefði verið gefin út eitthvað svona aðvörun, auðvitað bara eitthvað á heilsugæslan.is eða eitthvað, að því það var -8 og börn með ekki sofa úti í meiri frosti en -3 eða eitthvað og við höfum ekki hugmyndu það, vorum bara frumbyrjir sko, þannig að við vissum það ekki en þeir sváfu alveg svakalega vel drengirnir. Mér finnst þetta bara vera... Og er ekkert svo skrýtnir. Nei, en mér finnst þetta líka bara vera hluti af þeim veruleika sem við höfum einhvern veginn tekið að okkur í rauninni frá Bandaríkjunum. Það sem að við þurfum einhvern veginn stanslaust að vera í einhverju panik það að þurfum við nákvæmlega að vera svona. Og ég einhvern veginn held að við séum svolítið að Brynja Karl hefur kallað þetta þroskastela. Við erum í rauninni að þroskastela börnin út af því að við erum einhvern veginn stanslaust að passa upp á það að þau séu ekki að slasa sig hérna Það var farið átak til dæmis í Þýskalandi þar sem var farið frá því að búa til leikvelli þar sem að börn gætu ekki slasa sig. En búnir rauninni til þannig að þeir myndu ekki slasa sig alvarlega en gætu samt látið að það reyna að þurfa að takast á einhver aðstæður. Og ég held að þetta sko svona þessi bómullarvæðing ungra barna, ég held að sé hluta af því og nú erum við bara að passa upp á það að við séum að bómullarvæðaði áður en verða sko einstaklingar sem geta talað. Og ég einhvern veginn sko við þurfum alltaf að vera að passa upp á tilfinninga þeirra og við þurfum alltaf að passa upp á svo allt í hennu bara blossar bara gríðalegu kvíði og allir hérna geti ekki tekist á við neinar aðstæður og eru ekki sko í stakk búin til að takast á við eigin veruleika en ætla einhvern veginn að fara að bjarga málunum með Austurlöndum og við eitthvað svona, já þetta er örugglega bara flott sko meikar ekkert sens en við erum einhvern veginn stanslaust að takast á við þennan veruleika svona sko. Já, ég veit ekki hversu mikið Þú ert sammála mér sko Já, ég er sammála þér en ég er ekki viss að ég sé mjög mikil miðgildis manneskja, þú veist
Ég ekki viss að ég sé kannski að hlýja tilfinningum barnana minna allt og mikið sko, en ég sannarlega hef sýnt þeim mikið að myndum af mjög illa brenndu fólki svo þau snert ekki flugelda, þú veist, og bara, þú veist, bara það sýnaði myndir. Já, það er svolítið creepy sko. Já, bara, og alltaf með undir formerkjum, sjá þetta óbúslega brenda fólk, þetta er maður sem var að fikta með flugelda, taka svona í sundur og blanda saman og ef maður er 12 ára strák, þú verður að gera eitthvað sko, það er, þú veist, þú verður að gera reyndarverkum að svona minn bara getur valla úr úti á áramótunum, þú veist, þetta er svona kost og galla. Nei, þú veist, ég er ekki viss, mér er alveg strítt þessu í vináfnum sko, ég geti verið svona svolítið mikið sko, ég er ekki mikilsmannskja, en ég er sammála þessu, við þurfum að geta okkur, ég sá eitthvað myndbandum daginn sem að vera að gera grína þessu sko, að þegar við hún krakkar, það bara kvöttu foreldrar mann á mótnana, svo kom maður heim klukkan 9 á kvöldin, kannski búin að vera úti allan daginn, náttúrulega símalaus og allslaus sko, og maður var bara eins og bara reitt hæna og skítur fyrir haus og foreldrar mann spurði bara ekki eins og hvað maður hefði verið, en í dag er maður svona hringjandi og kortisfresti sko, hvað ertu að gera núna, ertu nokkuð á hjólum hratt, ertu með hjálminn, veist, ertu með airtakið? Já, emitt. Er þetta ekki bilun? Jú, það má milli vera. Að sjálfsögðu, en þú veist, við þurfum að þú talar miðgildi sko, mér finnst að miðgildi hafa myndi verið færst svo rosalega af einhverjum sko kvíðasjúklingum sem eru stanslaust að veltaði fyrir sér sko hvernig hvort að tilfinningarna séu í lagi og hvort að þetta séu í lagi og mér finnst bara rosalega mikið af fólki sem að taka ákvarðanir vera bara út á hafi sko, þá er ég ekki að tala stjórnmálamenn endilega, bara svona líka stofnavæðingunni sko, það að einhvern veginn að við þurfum að fara að verja allt og við þurfum að passa upp á tilfinningar þessi orð megi ekki vera Já, ég sko, ef ég segir alls og nú er ég með börn í skóla og leikskóla í Grái, þann tíma sem ég var ekki skuttlaði með í leikskóla vestur í bæ út af dagvistunum hálfum í Reykjavík, en það nú önnur saga og ég held að ég velti fyrir mig sko, þegar ég er að bera með saman aðrar foreldra, þetta er kannski hverfiskipt sko, þetta er ekkert rosalega mikið þetta, ég hef verið að spyrja út í öll þessi mál sko, lífsleiknina og samfélagsfræðslu og kynfræðslu og mér heyrst þetta allt vera bara frekar normalt sko í mínu hverfi. Þetta er ekki þéttingaparadísin í Grái? Nei, já við erum nú að berjast af fullum krafti gegn því sko, en Hvað á að gera, svo við förum bara yfir í þéttinguna aðeins, hvað á að gera í Grái núna í þéttingunni? Já, núna erum við náttúrulega í svona einhverju millibils ástandi, myndu samráðsferli, þú veist það er alltaf verið að kynna eitthvað, kannski taka 1 skref tilbaka, 2 skref áfram sko, og halda okkur mjög uppteknum í þessu kynningaferli, bæði auðvitað varandi Gráin, svo gleymistu auðvitað í millitíðinni auðvitað Keldnalandið, sem er auðvitað stóra mál líka, þar sem á að byggja á einhverjum pingulitlum bletti byggð sem er eins og halvu Gráur. Þú veist, bara eins og hálft hverfi verði eiginlega helmingurinn öllum sem búi í Grái, við erum alltaf 19.000 manna hverfi. Það er kannski ekkert allir sem áttu að sjá því að búa svipa margir í Grái og Akureyri bæ. Og staðan er þannig núna að borgaryfirvöld eru búin að bakka með svona einhver örfáa þéttingareiti en eru bara að halda áfram bara fullum fettum með aðra. Að bara ætla að fara að bæta við bara einhverjum blokkum og bílastæðalausum blokkum. Og bara seinast í gærkvöldi þá var ég að lesa mjög harðskeytt umræðu á íbúðasíðunni Grái þessi myndu bíllausu hverfi sem hefur verið komið upp í Gráinum. Og myndirnar að því er náttúrulega bara hvernig getur verið skipulagsyfirvöld og séð þetta og bara haldið fyrir augu og eyru sko. Bara bíllaus hverfi, engin bílastæði, þú veist, hálft bílastæði per íbúð eða minna og svo bara leggur allt þetta fólk bara í móanum. Þú veist, bara móanum í kring og svo er bara slagsmál og íbúarifrildi í nærliggjandi byggðum að því að þetta fólk er að leggja í blokkunum í kring, sko. Býtu, hvar er þetta nákvæmlega? Mér minnir að þetta er hann í Gufunnesinu, mér minnir að heiti Móavegur, mér langar að segja Móavegur. Já, og það er ekki bílastæði og það er svo frábæra almenningssamgöngur hann að niður á því. Já, þannig að fólki sem að fær síðan pening til þess að fara leigubíl, það hverfi. En það eru auðvitað orðið stefna núna. Fær það pening fyrir að fara í leigubíl? Já, það býr svo langt frá leigubíl. Nú er ég ekki alveg viss hvort það sé rétt heitu göttinu, kannski er eitthvað slá saman heitinu. En í þessu bílasakverfi, þá er svo langt í næstu stoppistöðu, svo langt í almenningssamgöngur, að þau getur fengið sko styrk á milli til þess að komast í almenningssamgöngur. Nei, Jú. Hvað er að? Já. Og svo er bara fólk sem er að verja þetta með kjeft og klóm. Þú veist, Dóra Björn, sem að mér skilst að sé
að flytja í Grái. Já, hún að flytja, ég veit það. Og bara ganginu vel. Ég ætla ekki að segja af hverju ég veit það, en ég veit það. Nei, ok, það hefur verið öskra á mig í Bónus og Spöng og ég bara velti fyrir mig hvernig henni verið tekið í hverfisverslunum, sko. Því að þetta er alveg ótrúlega heitt málefni í Gráinum. Þú veist, við sem erum að horfa upp á þessa stefnu, bara brotna niður og molna undan henni í hverfum sem að sannarlega samt sáttum að byggja upp eins og í Gufunesi. Það sem er verið að framfylgja þessari fáránlegu þéttingarstefnu og þessum útópísku hugmyndum bílleysi í Grái, sko, sem er náttúrulega fjarri allri miðlæri stjórnsýslu og vinnu og hvaðina og dagvistun eins og í mínu tilfelli. En svo á líka ofan á það að bæta við einhverjum bíllausum blokkum, sko, inn í fullbúin hverfi í Grái. Bara, we won't have it, sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Nei, ég skil ekki þessa bíllausa stemmingu, sko. Ég næ henni ekki, sérstaklega í Grái, sko. Og ég skil ekki líka hvernig við getum fara fram á það við fólk sem býr í rótgrónu hverfi, keypti sér eign og gerði ráð fyrir því að það væri að njóta þess að hafa græn svæði fyrir börnin sín og græn svæði fyrir bara hvað eina. Og 3 bíla fyrir heimili. Og 3 bíla, ég meina það er það sem að, sko, heillar mig við það að flytja eitthvað annað eins og í Grái eða eitthvað, en mér langar reyndar að flytja frekar úr Reykjavík, er einmitt að geta verið með 2 bíla sem ég þarf á að halda. Bara mitt lifibrauð og okkar bara býður ekki upp á það að við séum með 1 bíl. Nei. Og ég veit að það hljómar eins og maður sé bara einhver kölski, bara þú getur ekki almennir samgöngur. Já, frábæru borgarlínuna. Þar sem að fargjaldið minn kosta 3.350 þegar hún loks verður ef við prósent og hækkanir. Svo þegar ég spurði líf út í þetta, þá var það bara engin svör. Já, sko, það er nú kannski ekki margir sem vita þetta, en ég held að fáir hafi haldið eins lengi út eins og mitt heimili að vera bara með 1 bíl. Við vorum með 1 bíl þannig til ég settst á þing, sko. Þá vorum við áttu við 2 börn og byggum í Grái og það var ógeðslega erfitt og ógeðslega mikið púsl. Við bara tíndum ekki að eyða svona miklum pening í bíl. Við vildum reyna að leysa öðruvísi. Og aðal vandamáli þar var ekki það, vill svo þannig til, við búum þannig stað í Grái og vorum alltaf að vinna þannig að við gátum bara 1 strætó, bara beint út í strætó og beint í vinnu. En aðal vandamáli var auðvitað skipulagi í kringum til dæmis dagvistun og frístund barnanna sem bara kerfi sem ekki virkar í Reykjavík. Það er bara, við vorum að skuttla þeim og sækja þau fyrst í leikskóla Vesturbæ og síðan þegar þau voru loksins komin í leikskóla í Grái þá var endur þess að mannekla og sækja fyrir og þetta. Þú gerir þetta ekkert, sko, bara 1 bíl með 2 börn á sikkurum staðnum, sko. Þannig að það er auðvitað, grunnkerfið í Reykjavík er svo ótrúlega laskað og nú er bara að telja niður í sveitarstjórnarkosningar. Það sem við ætlum að ræða áðan, sem ég myndi ekki hvað var. Það sem að Sjálfstæðisflokkurinn mun bjóða fólki upp á það að geta búið í friði, farið út á græn svæði og 3 bíla. Það er bara þannig. Við sjáum til hvernig þetta fer. Þurfum að ljúka þessu. Þú ert að fara á annan fund. Jakob er náttúrulega ætlað að vera með okkur hérna. Hann þorði því ekki, við vitum það. Sko, Jakob veit þetta ekki, en við erum náttúrulega mjög ofta batalan þegar hann er ekki nærri. Og við vitum, Tóti að vera dipló núna þegar hann vill fá hann aftur í þáttinn, en þú veist, Jakob er... Það er ekkert hægt að bakta hann. Hann er huglaus, en hann er huglaus. Og hann er eitthvað svona, alltaf kemur upp eitthvað óvart einhver fundur, sko. Hann þorði bara ekki að koma hérna og tala... Standa fyrir sínu máli. Já, standa fyrir aðfjörnega Gráspúum og búrkum, konum í búrkum, eins og hans flokkur hefur verið að gera. Það er bara þannig. Viðreisn hefur ekkert verið að verja búrkum. Frelsi kvenna til þess að vera í búrkum í strætó. Það er bara það sem við erum stöndið fyrir. Það er bara... Við erum náttúrulega núna í þinglokum, sko, einhvern tímann í nánustu framtíð. Það sem að viðreista fólk kemur í pontu bara hvert að fætur öðru og bara á ekki til orð yfir bara málþófið og virðingarleysi fyrir þinginu. Bara fólk sem að hlustaði á Sigmar Guðmundsson gasa í einhverjum tugum ræða útlendingamál, sko. Bara miklu fleiri heldur en Arndís Anna og Helga Vala, sko. Hann var ræðukongurinn í útlendingamálunum. Já, þetta er spennandi og núna þau gera allt í útlendingamálunum sem að
þið þorðið ekki að gera, þannig að það er gott. Já, svo gaman að hlusta að verið segja núna, já, það hefur orðið svo mikið breyting, sko. Það er breyttar aðstæður. Nú er bara hnífaburður orðin algengur og við þurfum að breyta lögreglulögum og styrkja heimildi lögreglu og út af sko hnífaburði, eins og það hefur bara gerst núna bara frá kosningum í haust, að bara hafa orðið allt og mikið hættulegu fólk í landinu og ungmenn með hnífa, eins og það sé eitthvað sem að varð eftir síðustu kosningar og þess vegna sé Viðreisn búin að taka algjörlega 180 gráðu snúning í þessum málum. Bara ég ætla rétt að vona að fólk hafi betra minni heldur en þetta, sko. Við sjáum til. Til að næst. Þangað til næst.